Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að fræðast bók sem að koma út þessa myndir, Hersetan á Norðurlandi vestra og Ströndum, og við höfum fengið rithöfundinn til okkar. Velkomin í sófann til okkar og velkomin norður. Takk. Segðu okkur aðeins, þú ert með bókina þarna hjá þér. Segðu okkur aðeins þessa bók, hvernig kviknaði hugmyndin að henni? Nú, það er þannig að ég hef í mörg ár gefið út, eða á löngu tímabili gefið út nokkra bækur hersetuna hér á landi og fyrir allmörgum árum skrifaði ég bók Austfirði sem heitir Fremsta víglína. Þar safnaðist mér mikið af efni frá Norðurlandi vegna þess að viðbúnaðurinn á Austfjörðum var tengdur viðbúnaðurum á Norðurlandi og en Jón Hjaltason var búinn að skrifa prýðilega bók hernámið hérna í Eyjafirði og Akureyri. Síðan það löngu seinna ég dustaði rykið af þessu þegar ég fékk fyrirspurn atburð sem að varð í Hrútafirði þegar 18 Bretar fórust þar í sjóslysi. Og ég fékk fyrirspurn á Englandi tildrög eða hvort ég vissi eitthvað þetta slys því að nöfn þeirra væru á minnisvarða í Bretlandi hermenn sem ekki hefðu fengið legstað. Þetta þeir sem létust rétt utan við Borðeyri? Já. Já, nákvæmlega. Og þannig að ég tók mig til og dustaði rykið af þessu. Ég hafði náttúrulega frásagnir af þessu en hóf leit að sem sagt fólki í Bretlandi og reyndar náttúrulega í breskum skjalasöfnum og svo fólki í Bretlandi sem kynni eitthvað að þekkja til þessara manna. Meðal annars auglýsti ég fékk dagblöð í Yorkshire þar sem að hermennirnir komu flestir frá því svæði sem sagt til þess að birta nöfnin og ég fékk allmörg svör og þar á meðal frá einum sem að hafði tekið þátt í þessari sjóferð en bjargaðist við illan leik. Og átti við hann samtöl í síma og bréfaskriftir og eins fékk ég myndir og fleira sem að fjölskyldurnar áttu þessa menn. Það hlýtur að vera svolítið upplifun að tala bara við hann. Jú, það var það náttúrulega. Þetta var mjög hitti mjög vel á því að maður var náttúrulega háaldraður og ég var á síðasta snúning eiginlega með þetta. Nákvæmlega. Þannig að ég tók málið upp aftur og kláraði að skrifa þetta fyrir nokkrum árum og svona verið að bæta við eftir því sem að tækifæri og gögn hafa bæst í sarpinn. En hersetan, það voru kannski ekki átök að þú talar að þeir hafi dáið þarna svona margir. Í hverju fólst hersetan þegar þú horfir yfir þetta til dæmis? Setti hersetan á Norðurlandi vestra og Ströndum mikið svip sinn á þetta samfélag á þeim tíma? Hún gerði það náttúrulega alveg eins og alls staðar annars staðar á landinu því að þarna voru á annað 1000 hermenn í ekki stærra byggðarlagi en þetta var og þóttir væru dreifðir á nokkra staði að þá samt sem áður að þá var þetta náttúrulega voru þetta gríðarlegu umsvif á þeirra tíma mælikvarða líkt og bara alls staðar gerðist á landinu en frásagnir af þessum tíma hafa nú gjarnan viljað fara í það farið að fjalla svo kallaða ástand sem að milli kalla og kvenna eða stúlkna og ungra manna. Enda langmest spennandi sögurnar. Já, en ef að fólk aftur á móti hefur áhuga að vita sko hvaða konur sem að nú eru fjörgamlar væntanlega voru að stússa í þessum efnum að þá er þetta ekki bókin til þess. Heldur lýsir hún því hvað þessir ungu menn voru að gera, hvaða erindi þeir áttu þarna og hvernig þeim tókst til og jú, það segir frá samskiptum heimamanna eins og eftir atvikum. En ég svo forvitin varðandi þetta hjá Borðeyri. Geturðu sagt okkur eitthvað smá frá þessu samtali? Hvað gerðist þarna? Hvers vegna létust þessi menn? Þessi menn náttúrulega höfðu þann starfa að standa að gegna varðstöðu
á þeim stöðum þar sem var komið niður á. Það voru fáeinir menn á Borðeyri en megin liðsaflinn var á Reykjaskóla eða semst á Reykjatanga. Hinum megin við í rauninni fjörðinn. Já, þar voru heilmiklar herbúðir reistar við skólann og skólinn leigður undir starfsemi hersins og það lagðist af skólastarf í 3 ár. Það þau þekkja það núna kannski krakkar í 7. bekk sem fara á Reyki er það ekki á svipum stað? Jú, einmitt. Og ég held að þetta sé kynnt fyrir þeim að einhverju leyti sem er mjög gott. Og hluti af æfingum, eða hluti af starfi hermannanna var að þjálfa sig til, og þá einkanlega var við að horfa til þess að þeir eru nú ekki á Íslandi allt stríðið og þeir þyrftu að nýtast einhvers staðar annars staðar. Og þjálfunin gekk náttúrulega út á það að æfa liðsveitir í alls konar taktískum og annars konar hernaðaræfingum. Hluti af verkefninu var að þjálfa sókn yfir ár og vötn eða slíkt og eins og búast mátti við á meginlandi Evrópu þegar þangað yrði haldið og sem að raunin varð. Og innanverður Hrútafjörður ekkert ólíkur stórfljóti, kílómetra á breidd og yfirleitt lygn eða svona oftast nær, kannski vindbáran. Og því var það að það er ákveðið í febrúar 1942 að gera smá æfingu þarna, þar sem að róa átti á smá kænum sem voru sérstaklega bátar sem herinn hafði til þess að starfa. Þetta nú áður en að gúmmíbátar komu almennt til sögunar sem hefðu nú til dags verið notaðir. En þetta voru bátar og segldúk sem ætlar að leggja saman. Stafla þeim þannig á vörubíspall og flytja eða geyma. Og þeir fara yfir að Borðeyri og föstudaginn 13. febrúar að þá lagt af stað og það var nú svolítill uggur í mönnum út af þó að veðri væri gott, þá var ekki víst að það myndi haldast. Og svo farið á stað yfir þegar skipun berst að drífa í þessu og þátt að fara yfir beint yfir fjörðinn og þar að sækja þar upp bakka sem eru svona hár sjáarbakki gegn varnarliði sem þar var búið að koma sér fyrir. Þetta var sem sagt æfingin. Nú þegar að komið skammt frá landi þá segja sögur að það hafi hvesst snögglega. Við það hefur líklega komið fát á mennina í einum bátnum og honum hvolfir. Og hermenn í öðrum bát kom undir eins á staðinn. En þá reyna hermennirnir náttúrulega í örvæntingu að vega sig um borð í þann bát og honum hvolfir einnig. Og þannig endurtekur þetta sig en það fleiri bátum hrint út og þar á meðal var einn Íslendingur sem með aðstoð nokkra Breta fór út á skektu eða smærri bát og bjargaði nokkrum. Og fáeinum sem sagt var bjargað en 18 menn fórust í þessu örmulega slysi. Það sem gerir það ennþá svona eftirtektarverðara eða hryggilegra það að þessi lík fundust aldrei. Fjörðurinn skilar ekki miklu sem í hann fer eftir því sem þeir segja mér heimamenn og að vísu kom upp þarna snurðubát einhvern tíma einhverja leifar en því var varpað útbyrðis aftur. Ég eiginlega hvet fólk til að fara á Borðeyri og lesa þessa bók og til dæmis huga að þessu. Það dálítið sérstök tilfinning að vera á Borðeyri og hugsa til þessa atburða, finnst mér. Það það. Það alveg, mér finnst það líka. Já, nákvæmlega. En sem sagt bókin, hún væntanlega mun fást í öllum betri verslunum landsins eða hvað? Hún gerir það, já. Og mun gera núna á allra næstu dögum. Nákvæmlega. Þetta svona dæmi sögu en það náttúrulega ýmislegt annað verið að ræða í bókinni og að gera bara að kynna sér hana fyrir þá sem eru áhugasamir. Já. Eða það ekki? Ég náttúrulega hvet alla sem hafa áhuga á þessari sögu, sögu eða frásögnum sem tengd eru hernáminu að kynna sér þetta. Það ýmislegt mjög
Ég jafnvel nýstárlegt og áhugavert sem kemur þarna fram eins og til dæmis hvað varð alla braggana sem voru byggðir hérna í landinu og hvernig komust þeir í Íslendinga hendur og dreifðust landið og eru enn til sérstaklega hérna á Norðurlandi nánast á hverjum bæ, bílar og faratæki og alls konar búnaðar. Nákvæmlega. Takk fyrir komuna, kærlega. Og við ætlum að halda áfram á eftir en ég kannski nefni það í leiðina. Ef þau leið Staðarskála þá Borðeyri bara rétt hjá Staðarskála og eiginlega alveg tilvalið að fá sér nesti þar og upplifa það að vera á þessum einum bara minnsta bæjarfélagi landsins og kannski huga einmitt að þessari sögu og horfa út á fjörðinn og velta þessu öllu saman fyrir sér. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.